Það eru þessi 3 leikir og aðalleikurinn var auðvitað í Hafnarfirði, það sem var ógurleg spenna, 17-11 fyrir Haugum í hálfleik. Stjarnan virtist vera algjörlega dauðadæmd, en þær komu svo sannarlega tilbaka og við ætlum að sýna hérna síðustu sóknina. 26-25. 26-25 10 sekúndur. og mark þarna myndi koma upp fyrir Selfoss. Þær eru þarna að setja auka manninn á 7-6. Og þetta auðvitað lygilegt að fylgjast með. Haukarnir hlaupa upp miðju, kasta í tómt markið á meðan að Stjarnan að skipta markmanni inn á. En við sjáum þarna að Stefán, þjálfari, hann tekur bara sprettinn leið og Stjarnan skorar og tekur þetta leikhlé sem að ógildir markið. Sjá, Stefán hlaupa hérna, gamli markmaðurinn. Þetta Þetta bara lögleg miðja líka. Þarna spurningin sko, hvenær miðjan tekin? Hún sem gefa hana tilbaka svona hálf komin inn í hringinn, ekki inn í hringnum en samt inn í hringnum. Ef hún að taka miðjuna, þá hún ólögleg, en ef skotið miðjan, þá það löglegt. Þannig að hérna... Þetta hefði alltaf staðið. Já, ég ekkert í hérna, þetta eru bara mistök hjá Steppa að taka þetta leikli og eitt að taka þetta og gamli skólinn og hann ekki hann skilur ekki svona hraðan leik. En ef við að sjá sprettin aftur hjá Steppa, ég verð að sjá hann að spretta aftur. Ég spilaði með honum í gamla daga í fótboltanum og ég man ekki eftir honum svona snöggum sko. Sjáu kallinn. Þú veist, við vorum að tala hérna smáatriði áðan, þetta auðvitað bara annað dæmi smáatriði, þú veist, lítil mistök síðan... Þarna fjallar með Stjörnunni. Og þarna fjallar þetta með Stjörnunni sem telur auðvitað bara, inn í enn telur þetta gríðarlega mikið, en þetta auðvitað ótrúlegt, en það sést þarna eina sem Stefán að hugsa, hann ætla bara að reyna að ná sem mestum tíma til að skora, hann metur það sem svo að þær eru ekki að ná að koma boltanum og í tómt mark og ég meina við sjáum Alfreð Gísla gera sama í janúar. Þess vegna vill maður einhvern veginn sjá að þjálfararnir séu búin að læra þessu. Þú veist, þetta alveg svona nokkur atvika sem búið að fara yfir að það sé setta kröfur á þjálfararna að lesa aðeins stöðuna betur þegar kemur á þessum momentum. Þetta ekki lengur bara að standa við hnappinn og íta, því það eru svo mörglið að fara í þetta 7-6 í þessum lokasóknum og þá enginn í marki og menn geta gleymt sér að fara í skiptingu og ég meina þetta atvik, það allt undir og ég meina þetta fellur Stjörnum mig. Og þetta auðvitað, þú veist, þetta ótrúlegt, þetta eiginlega lygilegt að þarna bara verða sætaskipti og annað lið fellur, þú veist, maður einhvern veginn, þú veist, og tilfinningarna þarna inn á vellinum, maður sá bara Hanna Guðrún, þjálfari Stjörnunnar, bara tók höfuð sér og bara trúði ekki hvað var að gerast, en það stemdi ekkert í það að Stjarnan væri að fara að taka stig út úr þessum leik. En kannski aðalástæðan, fyrir það eru 2 aðalástæður, Rakel, sem þú vildi nefna, og það ef við tökum Natasju Hammer fyrst, það spila náttúrulega seinni hálfleikin 7-6, eða ekki svona mestu? Já, Natasja var bara aftur frábær í þessum leik og Nei, við erum með Margréti þarna, eða hvað? Nei. Já, við erum að taka, nú sína hérna varnarhlutinu við ætlaðum nú að sína líka sóknar en þarna erum við að skoða þess líka varnarhlutan en Natasja var frábær í þessum leik og dró aftur vagnin eins og móti fram og að skora 9 mörk og með 9 sköpufæri en sko varnarlega til marks hvað hún var líka miklu öflugri í vörnin hjá Stjörnunni. Natasja stelur 5 boltum í vörninni, það á 4 í seinni hálfleik og sem sýnir líka svolítið hvað einmitt vörnin bara hjá Stjörnunni, hún varð miklu betri í seinni hálfleik, náði að þétta miklu meir hreyfanleiki og svo gerði hún þetta gríðarlega vel að stela 4 boltum hérna í seinni hálfleik sem að bara gaf þeim 2-3 mörk í hraðuplaup en Natasja, svo ég nefna aftur, við erum búin að rósa henni fyrir í þættinum en hún var frábær, hún var svo áræðin, skilaði þessu eins og að segja mörkum, sköpuðum færum og stór hluti af því að Stjarnan náðist í þessum leik. Svo hefur markaðslega verið kannski ekki upp á það besta hjá þeim en Margrét kom inn í markið og stóð sig mjög vel. Hún stóð sig gríðarlega vel. Margrét spilaði þetta með Haugum en í síðasta leik gekk fram þá var Hrafnhildur í markinu allan tíman og bara átti flottan leik. Það 17-10
Og hún ver þetta staðan fyrir 18-10 hálfleik, það var 17-11, bara þetta. Þetta var risa moment. Haukarnir hefðu getað farið þarna í 18-10, hún ver hraðablöp, hún er að verja dauðafæri. En það er bara, mér finnst það bara klókt líka hjá þjálfarateymi Stjörnunnar að láta Margréti byrja innan leik. Eins og ég segi, sko Hrafnhildur átti bara flottan leik, hann nokkrum dögum áður. En Margrét kemur inn, gegn sínum gömlu félögum. Og þetta er oft svona sálrænt svolítið, þú veist að markmaður er komin á sin gamla heimavöll og hún hafði þessu sannarlega betur og var frábær með 13 bolta var það 33% markvarslu og hjálpaði Stjörnunni virkilega í þetta stig.